Eruð þið búin að koma ykkur vel fyrir? Viljið þið fá almennilega jólasögu? Allt í lagi. Sjáum hvað gerðist í síðasta þætti. Jesús kominn 2000 ár fram í tímann. Ég setja beint á helluna. Hann býr heima hjá Jósefínu. Veistu það ekki? Mamma setur þær alltaf beint á steinana. Jesper hefur áhyggjur af Jesú. Hvað viltu tala um? Já, hann er virkilega almennilegur og allt það, en... Þú! Það er eitthvað að vöggunni. Faðirinn vill fá þig heim, en vaggan er horfin. Jesús kemst ekki heim. Ekki að koma heim? Ég vona það. Hann hringir til Nasaret og fær Símon og Júdas til að gá hvað er að. Símon og Júdas komast að því að Jósef búinn að selja Rómverjunum tréð úr vöggunni. Konan skammaði mig fyrir að vinna á hvíldardaginn og ég var að leina hana því að ég notaði tré úr vöggu sonar okkar. Heyrðu þetta? Jesús biður á að finna það sem vantar í vögguna og laga hana. Það er hættulegt. Segðu þessi skipun frá Guði. Ég átti að segja að það væri lóðrétt skipun frá Guði. Þeim texta, Ert þú Jesús? en áður en Jesús kemst af stað, koma 2 lögregluþjónar að sækja hann. Bíð, þú megið það ekki. Þetta er allt í lagi, Jósefína. Þegar Jósefína kemur heim, segir Jesper að hann hafi látið yfirvöldin vita af Jesú. Já, en Jósefína, það var auðvitað ég sem hringdi í löggun og sagði þeim allt. Hvað? Þú ert búin að eyðileggja allt. Ef að þú trúir þá allt getur gerst, eins og nú á öllu sést. Ein lítil stúlka svo undrandi er, annan heim hún opnar hér. Nú afstæður tíminn, hann aftur snúist fær. En nær þó sambandi síminn og sólin logar heit og skær. Jesús og Jósefína, jólanna stjörnur skína. Með Jesú fær Jósefína trú á himnesku merkin, kraftaverkin. Jesús og Jósefína, hjarta sem breytir tíma. Í vanræðum vonir dvína, en þá koma þau sterkin, ástina, kraftaverkin. Jesús fer til sálfræðings. Ertu búin að finna Jesú? Ég var látinn bíða. Hann rak á hverju hefur komið. Viltu kringlu? Pabbi þurftir að byrja löggunum að taka hann. Heyrðu nú, hann segist vera Jesús. Það er samt óþarf að láta lögguna taka hann fastan. Í fyrsta lagi var hann ekki tekinn fastur. Og í öðru ert þú komin á kaf í þetta. Það er eins og þú sett alveg heila þvegin. Hvað? Það getur vel verið að þú sett skotin í honum. Ég veit vel að ástin er blind. Halló? Já. Ok. Já, ég skil. Á ég þá ekki bara að hringja aftur seinna? Ég geri það. Takk fyrir það. Bless. Nú skal ég segja þér, Jesús var í nótt í húsi sem er kallað Sólarhús. Sólarhús er svona vistunarheimili fyrir fólk sem eiga erfitt. Hann verður þar, þangað til búið er að hafa upp á fjölskyldunni hans. Hvað verður hann þá þarna lengi? Þangað til þau komast að einhverju Jósefína. Já, þau sögðu það líka. Hann er alveg ding-dong. Ertu ekki að fara í skólann? Bara í hárið það. Fáðu kringlu. Við þurfum bara að ná honum út úr þessu sólarhúsi. Það erfiðast er að komast inn. Það verður erfiðast að koma honum út. En við þurfum ekki að koma honum út. Akkur ekki. Ef við komumst inn til að heimsækja hann, þá komum við honum út. Ég veit hvað við gerum.
Ok. Við förum fyrst til Þorsteins og svo að finna sólahúsið. Nei. Sæl Óskar og Jósefína, ég var einmitt að hugsa um ykkur. Akkurru? Því ég er að hugsa um að stækka búðina og þá vantar mig starfsmenn. Hvernig ætlar að fara í að stækka hana? Á bakvið stálhurðina þarna er nóg af plássi. Þurfum við ekki fyrst að koma fleiri í búðina? Þegar ég er búinn að stækka þá streyma kúnlarnir inn. Bíddu bara, þeir standast ekki tilboðin. Er þetta ekki eitthvað fyrir ykkur, krakkar? Við erum í skóla. Í skóla? Akkur eru þá hér, er ekki búið að hringja inn? Við vorum að hugsa hvort við mættum fá jólaskrautið lánað. Hvers vegna í veröldin ætti ég að lána ykkur það fyrst þið viljið ekki vinna hjá mér, ha? Það er út af því að sá sem býr til leikmunina fyrir okkur, hann er alveg nú stopp. Ég er hræddur um að það myndi ég gera líka. Svo við sögðum honum að við þekktum mann sem ætti jólaskaurið með þessu öllu. Hugsið ekki aðeins svo mikið um þennan helgileik. Jú, en Gitta kennari, hún er óð í þetta. Gitta? Ef það er eitthvað sem ég þoli ekki, þá er það fólk sem heitir Gitta. Það eru snar vitlausar allar saman. Megum við þá fá það lánað? Við getum látið þið fá kringlur. Kringlur? Ok. Takk ég það þá. Þið lofið mér að passa það mjög vel. Það er afskaplega viðkvæmt. Takk. Já. Viltu segja mér hvaða merkingu þessi flík hefur fyrir þér? Þetta eru bara eins og fötin sem við erum í heima. Og hvaðan er það sem þú kemur? Nasaret. Af hverju heldur að þú sért frá Nasaret? Því ég var heima þar. Hvað hefur verið búið þar lengi? Síðan við komum frá Egyptalandi. Og bjugguðu þið kannski þar af því að Heródes ætlaði að drepa þig og flutti svo tilbaka þegar hann dó? Og ég býstu því að þú veitir hvað hefur gerst síðan þá? Ég lifi ekki við dauðamann sem heitir Lazarus og hjálpa mörgum veikum. Finnst þér þú vera Guð? Mamma segir ég sé sonur hans. Hvernig er samband þitt við foreldra þína? Gott. Eru einhver vandamál? Drekka þau? Slást þau? Ég held að mömmu finnist Jósef drekka aðeins svo mikið vín. Hvað heldur þú, Jesús? Er þetta erfitt fyrir þig? Það getur verið pirrandi að þurfa að breyta vatni í vín. Já, þú gerir það auðvitað. Já. Ég held að þér líði ekki vel, Jesús. Og þegar manni líður ekki vel, þá langar mann ofta að vera einhver annar, einhver með ofurkrafta. Já. Ég þarf aðeins að fara fram og hringja nokkur símtöl. Og meðan skaltu hugsa hvort þú viljir ekki segja mér hvað þú heitir þegar ég kem aftur. Það á að vera hér. Sólarhús. Já. Við ætlum að heimsækja Jesú. Hæ, Jesús. Hæ, gott að sjá ykkur. Eru þau vond við þig? Það er eitt sem spyr og spyr. Sálfræðingur. Sálfræðingur. Hvað er það? Hann er svona eins og prestur nema engin guð. Hei, Jesús, farið í kirtilinn. Af hverju? Þið ert að fara heim. Ok. Jósefína, vertu fljót. Ok, við skulum vona þetta virki. Takk fyrir hjálpina. Sjáumst. Nei, þið sjáist ekki. Akkur ekki? Það fer illa. Nú hættu þið. En við ákveðum að fara í örstutta heimsókn. Nei. En eigum við þá að kveðjast? Bless, Jesús.
Hann er að koma! Bless. Hvar er Jesús? Hann er farinn. Jósef. Jesús! Guð minn góður. Ó, takk Guð fyrir að finna hann aftur. Hefurðu stækkað? Þú lítur vel út. Ég er búinn að komast að því að það er rétt hjá þér. Hvað? Að ég verði mikill og þekktur maður. En hvernig komst það því? Ég er búinn að sjá framtíðina. Sástu Guðs ríki? Nei, kannski ekki Guðs ríki. En ég var staddur á tíma þess að ég var minnstur sonar Guðs. Veistu það? Æ, það var gott. Þá getur þú hjálpa pappa meira á verkstæðinu. Ég á eftir að hjálpa þeim sem eru veikir. Ég vek mann sem heitir Lazarus frá dauðum. Ég verð gamall maður og deiglaður. En hvað með okkur? Man einhver eftir okkur? Örugglega. Jósef. Við ættum bara að eyðileggja þetta jólaskraut. Við erum búin að lofa að skila því aftur og maður á að standa við það sem maður lofar. En samt. Hæ, gott að þið eru komin. Ég sá svo eftir að hafa lánað ykkur þetta. Það má ekki fyrir nokkra muni lenda í röngum höndum. Ég get vel sagt ykkur að þetta jólaskraut býr yfir töframætti. Nei, alvöru. Það er ekki eins og þú sért mjög hissa. Varstu að gera eitthvað sem þú mátt ekki? Ég má allt. Við erum öll guðir, er það ekki? Náðu mér þarna. Skilurðu að það er ekki öllum hollt að vera fikta í því. Og ég er verndari skrautsins. Og ég ber ábyrgð á því að það verði ekki misnotað. Hvað getur þetta jólaskraut gert? Ef þú veist það, þá veistu það. Ef þú veist það ekki, þá færðu ekki að vita það. Var það eitthvað fleira? Nei. Gott. Ó, já. Já? Geturðu gert okkur Óskari smá greiða? Það fer nú eftir því hvað það er. Þú þarft bara að hringja í hús sem heitir Sólhús og segja þú sért pappans Jesú. Nei, það veit Guð að ég er ekki. Nei, ekki sá Jesús. Þú átt bara að segja þú sért pappi stráksins sem leikur Jesús í helgileiknum. Og hann sé ekkert veikur. Honum finnst bara gaman að leika. Og hvað fæ ég í staðinn? Nei, veitu þið hvað? Þið getið komið og unnið fyrir mig í búðinni þegar ég er búinn að stækka. Já, ekki? Já. Fínt, gott mál. Bless. Bless.
Ekkert smá skrítinn hann Þorsteinn. Kannski hann djöfullinn. Djöfullinn? Hann ekkert skrítnar en margir aðrir. Það ekki? Ok. Hann veit samt vel að kemst til Nasaret í gegnum þetta skraut. Ég held að við ættum að láta hann vera. Þú segir það bara þegar þú ert hræddur að ég fari til Nasaret. Já. Ég skal ekkert gera það, en Þorsteinn alveg ágætur. Hann hringdi allavega í sólarhúsið fyrir okkur. Hæ, Jesús. Hæ, Jesús. Er allt í lagi? Já, allt í lagi. Takk fyrir hjálpina. Það var ekkert. Viltu ekki spila við okkur? Nei, ég þarf aðeins að hugsa. Af hverju? Því nú ég viss að ég frelsari mannanna. Í alvörunni? Og ert þá hættur að spila við okkur. Ok, 1 spil þá. Út með það, Jesper. Með hvað? Nú afsökunina. Hvað afsökun á hverju? Fyrir að senda Jesú á úlingaheimili. Á ég að biðjast afsökunar á því? Drengurinn bara endalaust í einhverju leikriti. Það nú frekar hann sem ætti að biðja mig afsökunar. Vitið þið hvað þau í sólarhúsinu eru leið eftir að hafa talað við Og pappans? þú gast komið í veg fyrir það. Ég gat það ekkert. Jú, þú hefði getað spurt mig. Já, sko. Og nú skaltu segja fyrirgefðu. Fyrirgefðu. Jesús er góður í að ganga á vatni. Það er einmitt máli, Lúkas. Með gott ímyndunarafl og smá bar í hári þá er þetta að gera hvað sem er. Pabbi, er djöfullinn til? Nú hættur þið, Jósefína. Ertu líka búin að hitta hann, eða? Það er bara Óskar sem heldur það. Sko, það má segja að þegar við gerum öðrum eitthvað illt, þá sé djöfullinn að verki. En hann er ekki svona maður sem maður getur hitt, eða það held ég allavega. Ok, ég segi Óskari það. Góði Guð, mér finnst gott að Jesús komst heim og ég veit að ég á ekki eftir að heimsækja hann. En ég er strax farin að sakna hans. Sjá hvað ég gerði handa Jesú. Þú getur ekki gefið honum þetta. Jú, víst. En það er of seint, Lúkas. Jesús er farin heim. Góði Guð, mér langar að gefa Jesú gjöf. Amen. Ég bið þig að passa Jesú, ok? Amen. Á morgun í Jesú og Jósefínu. Lúkas langar að færa Jesú gjöf. Þú getur beðið Jósefínu að fara með hana til hans. Nei, ég ætla að láta hann fá hana. Það er erfitt af því hann er farin. Hvernig á hann að fara að því fyrst Jesús er farin til Nasaret? Hæ, Jesús. Ég hef uppgötað nokkuð merkilegt. Ég segi það á morgun. Af hverju þarf Jesús að hitta Jósefínu aftur? Setið barr í hárið og farið með bæn og bíðið spennt þangað til á morgun eftir næsta þætti af Jesú og Jósefínu. Leikrættir: Þórunn Jakobsdóttir, Óskar Völundarsson, Guðmundur Felixson, Hjálmar Hjálmarsson, Jóhann Sigurðarsson, Inga María Valdimarsdóttir, Guðmundur Ingi Þorvaldsson, Logi Aronsson, Jóhanna Vigdís Arnardóttir, Björgvin Frans Gíslason, Jóhanna Jónas, Sturla Friðriksson, Vignir Þór Þórhallsson, Katrín Dóradóttir, Bjartmar Þórðarsson, Sigurður Sigurjónsson, Arnaldur Bragi Jakobsson, Örn Árnason og Guðfinna Rúnarsdóttir. Söngur: Margrét Eir og Pétur Örn Guðmundsson. Þýðandi: Örn Úlfar Höskuldsson. Leikstjóri: Jakob Þór Einarsson. Íslensk talsetning: Sýrland hljóðsetning.